Í dag fáum við að kynnast Garímu. En fyrst fáum við að heyra aðeins landið hennar og staðinn sem hún kemur frá. Nepal frekar lítið land miðað við Kína í norðri og Indland í suðri. Himalaya fjallgarðurinn liggur meðfram öllu landinu, en þar má finna Everest, hæsta fjall í heimi og fleiri af hæstu tindum heims. Í dalshlíðunum eru þorp þar sem fólk býr. Hér rækta þau landið í sátt við náttúruna eins og þau hafa gert í mörg hundruð ár. Þorpin liggja í bröttum hlíðum fjallgarðsins. Það var hér í einu af þorpunum sem Garima Dattu braut bakið sitt fyrir 5 árum. Garima bjó langt í burtu frá læknisþjónustu og spítölum og átti engan að sem gat hugsað hana, svo hún þurfti að flytja í borgina. Eftir langa spítaladvöl flutti hún svo í SOS barnaþorp í Nepal fyrir börn með fötlun. Hér býr hún enn með SOS fjölskyldu sinni, systkinum og SOS mömmu sinni Nímu. In my family there was 8, 9, 10 members. Þau eru 10 í fjölskyldunni. 4 systur, 4 bræður, SOS mamman Níma og SOS frænkan sem hjálpar til á heimilinu. Það eru 5 fjölskylduhús í barnaþorpinu og aðstæður eru sér útbúnar fyrir börn með fötlun. Hér eru sjúkraþjálfarar og fleiri sérfræðingar sem starfa með börnunum. Það er ekki vitað hvort Garima geti einhvern tíma gengið aftur. En eitt er víst, að sjúkraþjálfunin í barnaþorpinu er mjög mikilvæg. Sjúkraþjálfunin þjálfar vöðvana og eykur blóðflæðið, en það styrkir Garímu þegar hún notar hjólastólinn. Við þjálfunina verða einnig til nýjir taugaþræðir. Það veitir vonum að einhver tíma í framtíðinni fá hún kannski tilfinningu í fæturna aftur. Þjálfunin er erfið og tekur á, en Suresh er mjög þolinmóður og skemmtilegur. Garímu finnst gott að tala við hann hluti sem reynast henni erfiðir. Garímu langar til að verða félagsráðgjafi þegar hún verður stór og hjálpa fólki sem er í svipaðri stöðu og hún. Hún veit ekki hvað hún þarf að gera til að verða félagsráðgjafi, en þegar hún er búin með 10. bekk, þá ætlar hún að ræða við námsráðgjafann í barnaþorpinu. Hann veit hvernig er best að undirbúa sig fyrir slíkt nám. Besta vinkona Garímu heitir Rita og hún er mjög góð í borðtennis. Hún spilar oft við Bílas, bróður sinn. Rita þekkir hvað það er að geta ekki gengið því hún þurfti sjálf að halda á Bílasi bróður sínum til og frá skóla þegar þau voru yngri. Í kvöldmatinn verður Momo. Það er uppáhaldsmatur allra í fjölskyldunni. Níma rak veitingastað áður en hún gerðist SOS mamma og hún er svakalega góður kokkur. Hún á sjálf 2 börn sem er með fötlun. Þegar þau urðu fullorðin og fluttu að heiman, ákvað Níma að hún vildi verða SOS mamma og flutti inn í barnaþorpið. Þegar við hjálpum öðrum sem þurfa á aðstoð að halda, svo þeir eigi möguleika á bjartari framtíð, þá líður okkur betur.
यस्तो पढ्न यस्तो मन लाग्नु हुन्छ नि त हामीले सहयोग गरेर Það ástæða þess að Garímu langar til að verða félagsráðgjafi. Hana langar til að bæta líf annara.